Lára Einarsdóttir, Tónbarásarbreytt, 2-0 sigur á móti KR. Þetta var ljúft. Þetta var mjög ljúft. Það var bara æðislegt að spila hérna á heimavelli og ná sigri fyrir framann bara virkilega góða áhorfendur sem studdu okkur í dag. Það voru margir sem mættu á völlinn í kvöld. Já, bara rosalega ánægð hvað stúkan er alltaf fyllast meira og meira af fólki. Segjum við Lára, 1-0 í hálfleik, þeir voru miklu betri og hefðu alltaf geta sett 2-3 mörk, jafnvel fleiri í fyrir hálfleik. En seinni hálfleikurinn, hann var svona pínu ströggl. Já, þetta byrjaði ekki vel hjá okkur seinni hálfleik. Þær hefðu klárlega getið jafnað bara í upphafi strax, en sem betur fyrir gerst það ekki og við komum svo aðeins betur inn í seinni hálfleikinn og náðum að setja annað mark sem var bara snillt. Það var óvægast þetta aðeins svona. Hvernig var að mæta Bójunu? Það var bara gaman, ég reynda að bjóst nú ekki alveg við að mæta henni en það er bara óvænt ánægð. Það er gaman að spila mót henni? Já, það er alltaf gaman að spila mót henni eða með henni, hún er svo mikill í axl. Þetta er nagli. Já, hún er það. Lára, til hamingju með sigurinn. Takk. Unnar Garðarsson, einn af þjálfara, þjálfarateimi Þór Káa. 2-0 sigur gegn KR. Hvernig horfir leikurinn við þér? Alltaf gott að fá 3 stig, það er klart mál og hérna er börnumst fyrir þeim en hérna kannski ekki fallegustu 3 stigin sem við unnið í sumar en hérna 3 stig eru 3 stig og við tökum þau alltaf hverjum degi. Við hefðum náttúrulega 1-0 í hálfleik. Við hefðum náttúrulega sko með gang leiksins hefðum náttúrulega átt að hafa öruggari fórustu í leikli. Já, ég held að við getum öll verið samanlega það sem svo leikina. Við hefðum viljað að vera búin að landa þessu miklu fyrr og fengum fín tækifæri til þess. En þetta var bara einn af þeim dögum sem við erum ekki að ná að konum inn og hérna voru öllum færum og hérna en við náðum að klára þessi 2 og það er það sem skiptir máli fyrir uppistaði. Svo var nú eins og bara væri áhugaleysi eða eitthvað sem væri að hrjá liðið í seinni hálfleik eða kannski bara káingarnir hafi komið svona eða bara ákveðin til leiks í seinni hálfleik. Það stóð í okkur. Já, við hérna byrjuðum þetta ekki nógu vel, hvað sem olli því en hérna við klálega náðum ekki að einhvern veginn að byrja seinni eins og við byrjuðum fyrri hálfleikinn vel. Við náðum einhvern veginn ekki að byrja seinni hálfleikinn eins og við ætluðum okkur og hérna vorum bara getum eiginlega sagt bara nánast vandræði með þær og hérna ég held svo sem kannski, ég veit ekki hvað ekki gott að segja hvort það voru við eða þær sem ollu því en sennilega vorum við sjálfum okkur vestar held ég í því. En svo kannski skiptir þetta náttúrulega bara engu máli, við vinnum leikinn. Já, þegar uppi staðið skiptir þetta engu máli. Við erum með 3 góð stig og 2 mörk og hérna búin að enda núna 4. leikinn í röð með sigri, 12 stig komin, 17 mörk. Við erum alltaf ánægð með það. Er gremilegt að misnota víti? Klálega. Það er alltaf vont að misnota færi, hvort það er vítið önnur og hérna. En eins og við erum uppi staðið mjög ánægð með þetta. En Klara getur mert það bara við að gáttlistanum á sig, þetta búið að klúra víti? Já, hún búið með þetta í sumar, hún þarf ekki að gera þetta aftur. Nákvæmlega, það er ekki spurning. Herru, svo á útileikur á sunnudaginn á móti Fylki, þannig að það er ekkert löng pása núna. Nei, nú er bara að skríða saman aftur og hérna vera klára í hörkuleik á sunnudaginn. Það verður erfitt að fara í Árbæinn, það er alltaf erfitt að fara þangað og herru með hörkulið og það verður svona að sigla upp. Eftir hérna kannski ekki byrjun sem þær voru sátta við, þannig að við fáum alveg leik þar. Það er bara að hafa seglin uppi? Já, það er nákvæmlega, það er bara að halda því áfram, það er ekki spurning. Gangi ykkur vel. Takk fyrir kærlega.